Við heyrum nánar í framkvæmdastjóra Samtaka iðnaðarins síðar í þættinum, en næst skulum við huga að hlutverki sveitarfélaganna þegar atvinnulífið annars vegar. Svanfríður Jónasdóttir, ráðgjafi á Dalvík, þekkir vel til í þessum efnum. Svanfríður, hvað þurfa sveitarfélög að gera til þess að hjól atvinnulífsins nái nú að snúast? Það kannski gaman að byrja á því að geta þess að sveitarfélögin sjálf auðvitað mjög stór atvinnurekandi. Þau auðvitað að veita mjög víðtæka velferðarþjónustu, skóla, leikskóla og allt það sem mikilvægt fyrir atvinnulífið. Auk þess sem að þau auðvitað með fyrirtæki á sínum snærum sem eru með hafnir mögulega, veitur og annað sem að býr til þessa grunngerð sem mikilvæg fyrir annað atvinnulíf. Þetta verður alltaf ganga, þetta verður alltaf vera góður rekstur hjá sveitarfélögunum og þetta verður alltaf ganga til þess að annað atvinnulíf geti síðan dafnað. Þannig að þarna kannski svona grunnforsendan fyrir því að sveitarfélög vaxi og atvinnulíf bæði þrífist og að ný atvinnufyrirtæki verði til. Samkeppni á milli sveitarfélaga að lokka til sín ný atvinnutækifæri? Já, í sjálfu sér þá alltaf einhver samkeppni á milli sveitarfélaga, bæði íbúa og þar með atvinnu. Hins vegar þá það auðvitað þannig að aðilar sem að koma utan að með hugmyndir atvinnurekstur, þeir vita yfirleitt mjög vel hvað þeir vilja. Þeir eru að leita tiltekinni lóðastærð á tilteknum stað, raforku, mikilli raforku, köldu vatni og svo framvegis. Jafnvel ákveðnu mannauði, þannig að sveitarfélögin geta ekki bara keppt, þau verða líka að beygja sig undir það að atvinnufyrirtækin, þeir sem eru þar í forsvari, vita mjög vel hvað þeir vilja og leita þá bara eftir rétta staðnum. En almennt séð eiga sveitarfélög að koma með beinum hætti inn í atvinnulífið, að fjárfesta í fyrirtækjum og svo framvegis? Sko það var nú hérna á árum áður, þá var það nú lenska og sveitarfélög máttu þá samkvæmt lögum taka ákveðna áhættu og gerðu það mörg og sumir fóru flatt á því. Síðan var tekið fyrir það í lögum, þannig að sveitarfélögum ekki í rauninni heimilt með sama hætti að taka áhættu með skattféð eins og þau höfðu hér áður fyrr. Hins vegar að þá reynaðu með óbeinum hætti auðvitað að koma að þessu. Þau eru flest með atvinnumálanefndir, þau eru aðilar að atvinnuþróunarfélögum sem aðstoða þau eftir föngum varðandi uppbyggingu atvinnulífs og leita að nýjum valkostum. Mörg sveitarfélög eru líka með úrræði til þess að styðja við nýsköpun og frumkvöðla og eru þá með fjármuni eða afslætti af einhverjum gjöldum með þá gegnsæi með opinberum hætti, þannig að ekki sé samkeppni. Þannig að þau reyna nú svona ýmislegt til þess að liðka fyrir og koma að þessum málum. Síðan auðvitað má ekki vanmeta það að sveitarfélög getur þetta tekið höndum saman eða reynt að hafa áhrif á löggjafann, reynt að hafa áhrif á þá sem að hafa meira með þessa umgjörð alltaf að gera, til þess að reyna að þoka málum í þá átt að auðveldara verði fyrir tiltekin atvinnufyrirtæki að slá sig niður. Ef að þú dregur þetta saman í stóra, sameiginlega hagsmunamál sveitarfélaga og ef þú kannski horfir þá kannski sérstaklega á Eyjafjarðarsvæðið? Sko, Eyjafjarðarsvæðið hefur auðvitað sömu hagsmuni og aðrir að því að hér sé stöðugt efnahagslíf, vextir verði lægri og gengi sé stöðugt, en fyrir okkur hér að þá raforkan stóra málið. Það hreinlega raforku skortur á Eyjafjarðarsvæðinu sem svo stendur vexti atvinnulífsins fyrir þrifum. Þannig að þar myndum við Eyfirðingar örugglega að segja þetta númer 1. Svanfríður Jónasdóttir, ráðgjafi í Dalvíkurbyggð, þakka þér fyrir komuna í Atvinnupúlsinn. Takk.